Já, velkomin að Rauðaborðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskant, fáum hingað fólk til að hjálpa okkur við að fara yfir fréttir vikunnar. Og hér komin fríður hópur, Kristín Sveinsdóttir, hún kennari og söngkona. Velkomin. Og Anita Sóley Skeving Þórðardóttir, nemi. Já. Bergþór Másson, út umbóðsmaður og hlaðvarpari eða podcastari, hvað? Já, heldur betur, podcastari, gaman að vera með ykkur. Og með þessa sérstakar rödd í það? Já. Og Margrét Hugrún Gústafsdóttir Björnsson, verkefnastjóri við HÍ. Já, komið sæll. Og Marino G. Njálsson, ráðgjafi og samfélagsvinur. Já, gamall bekkjafróður minn úr tímakennslu. Já, og bara vorum við ekki saman í 6 og 7 ára bekk. Það er þannig. Herðu, þetta er vika sem að telst vera svona stór fréttavika. Heldur betur. Já. Byrjaði bara mánudagurinn var eiginlega rosalur. Það var verið að fara með jasan út á flugvöll og aftur í bæinn. Svo var ríkisstjórnarfundur á þriðjudaginn það mál. En síðan var líka kom upp heililegt morðmál á sama mánudag. Og það er svona, hefur verið yfir samfélaginu eitthvað svona skrýtin tilfinning. Meðal annars þannig að biskupinn hefur ávarpað það og það hefur verið opnaðar kirkjur til að ræða það. Ef við byrjuð þarna, hvað er hafið þið þessa tilfinningu fyrir að nú þurfum við að horfast horfa í eigin barm og nú þurfum við að gera eitthvað öðru sem við gert hingað til? Það er einhver mjög sérkennilega áræðu samfélaginu núna og þetta byrjaði raunar með því að það voru hellingur af banaslysum í janúar. Það voru 7 sem létust úr þessum banaslysum í janúar. Þó svo 7. dauðsfallið hafi ekki orðið fyrir einhverjum vikum seinna. Og það var bara eins og árið hefði byrjað á röngum fæti. Síðan hefur þetta einhvern veginn haldið áfram. Við erum komið með bara samfélagið svona smátt og smátt að detta í höng. Þetta er ekki bara slysin, þetta er líka hvernig fólk er að eiga erfiðara með að ná endum saman bara að taka þátt í samfélaginu. Maður hefur á tilfinningunni að stjórnvöld skilji ekki vanda almennings. Það er ekkert nýtt að konungar, keisarar og stjórnvöld hafi átt í svona vandamál að stríða. Men ef maður lesir eitt Búdda þá er verið að tala um eitthvað 2500 ára gömul mál sem voru eiginlega nákvæmlega eins og við erum haft í dag. Það var einhvern veginn svona þungi yfir samfélaginu það sem allt einhvern veginn splittaðist vegna þess að stjórnvöld hafði ekki skilning á samfélagsvandamálum. Ég held að þetta sé dálítið þannig. Ég held að þetta er svolítið lengri saga að því við komum út úr COVID og við tekur stríð. Og svo byrja eldhræringar, þær halda áfram og Grindavík fer í major trauma. Þannig að þetta er búið að vera svona einhvern veginn ongoing og svo eins og með COVID, við fengum svo mikið í rauninni áfall út úr því öllu saman að það mátti ekki tala um það. Maður má ekki heyra orðið COVID, það var bara svona hætti. Og svo erum við einhvern veginn ekki búin að adjust og svo kemur ekkert sumar eins og núna. Þannig að við einhvern veginn þetta er svo langt tímabil af einhvern veginn erfiðleikum og vesenni, sko. En er það ekki þannig að ef maður er bara ekki í góðu standi, þá upplifir maður svona að allt sé enn sönnunum, allt sé að fyrir fjandans. En ef maður er í góðu standi, þá getur maður þolað áföll betur. Þannig að þá er þetta spurningin, er þetta áföllin sem er að ríða yfir? Eða erum við bara eitthvað leiti svona beygð, þannig að við eigum áföllin sækja harðar að okkur? Ég held þessi bara blanda. Þessi hvort tvekja. En svo til dæmis við vitum ekki hverja afleiðingarnar á samkombanninu hafði til dæmis á börn og ungmenni. Að þau var skyndilega bara lokað á allt félagslíf. Sérstaklega krakkar með svona 12 til 17 ára sem eru bara gennum rosalega mikinn þroska og félagsþroska og við erum mögulega að sjá afleiðingar á því. Já, ég held að við séum að sjá afleiðingarnar af COVID bara í ýmsu.
það búin að koma nokkrar mitt góðar svona greinar hefur maður séð, þú veist, bara hvað Viðar Halldórsson, þetta það ekki, sem kom að tala bara þetta mein í rauninni, þú veist, hefur áhyggjur á samfélaginu. Hann talar eins og sé að vera að rakna upp svona vefnaðurinn sem að samfélagið sem bara fyrst og fremst samskipti okkar á milli. Já, og það held ég, þessi tengsl sem eru svo ótrúlega mikilvæg og hann hélt á einum samstöðufundunum fyrir Jasan í sumar, þá kom Bjarni Karlsson, Séri Bjarni Karlsson, hann siðfræðingur líka, og hann talaði eiginlega mest þetta, sko, bara að við höfum, þú veist, þessi tæknir að koma, símanir og tölvurnar komin, sannarlega komin. Og sérstaklega í COVID. Já, sérstaklega, og þá, þú veist, bara það að við séum hérna, horfast í augu, tala saman, kynnast nýju fólki, sjá hvert annað, bara þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir samfélagið. Og það var líka einhver að tala þetta, maður heyrir þetta svona mörgum áttum núna, ég var bara örugglega að hlusta á Rás 1 í morgun eða eitthvað. Þá var einhver að tala þetta líka, hvað samfélag, þú veist, að vera að labba úti með hundi sinn, mæta einhverjum og segja góðan daginn. Þú veist, þetta hljómar eitthvað svona lítil, ég eiginlega vitna beint í þetta viðtal, þetta hljómar lítilvægilegt, en þetta svo mikilvægt, bara virða eitthvað viðlits, hæ, ég í þessu með þér, við erum hérna saman, hérna í Reykjavík og bara, þú veist, að fólk finni að það ekki eitt, og það bara ótrúlega meitt svona, maður verður svolítið hræddur, maður hugsa hvað vorum við að taka af krökkunum, sko, og bara sem ungmennum sem voru að byrja menntaskóla og sem eru bara, þetta svo ótrúlega meitt mikilvægur tími fyrir félagsþroska, myndan í tengsl, krakkar búin að vera í sama grunnskóla kannski 10 ár og það bara einhvern veginn loka á líka fyrir gamalt fólk, eldra fólk sem var einmanna fyrir og hugsa ykkur fólk gæti ekki fengið, það mátti ekki mæti jarðafarir, það var svo margt sem gerðist sem við erum ekkert búin að díla við eða misti fótana á þessum tíma, fótana. En það líka eitt sem við mögum ekki gleyma, að við vorum að koma úr öðrum miklum erfiðleikum sem var hrunið og eftirmála þess. Og við gerðum aldrei sem samfélag upp sko, þennan erfiðleika hluta af hrunsins gagnvart heimilunum og fjölskyldunum. Þannig að mjög margir eru ennþá brotnir í dag eftir það. Það bara eldri kynslun, það fólki sem 50 til hérna 70-80 ára. Og núna kemur inn næsta kynslu sem verður brotin eftir COVID og það. Þannig að við erum núna eiginlega komið með samfellt bil í gegnum allt þjóðfélagið þar sem við höfum brotna kynslu. Já, slapp kannski áratugur þarna, af því að hrunið 2008. Fólk að missa húsin sín alveg til 2011. Núna fólk að fara í gegnum sko. Svo fer það yfir á leigumarkaðinn og það verið að níðast á því alltaf með stigmagnandi djöfulskap sko, árun eftir. Mér finnst eiginlega það eina sem við sko lærðum af hruninu var það að núna fólk að taka fyrr við sér. Að fólk farið strax að mótmæla því sem það sér fram á að muni gerast. En við erum samt að sjá alveg rosalega mikið af fólki á 40 og 50 aldri sem eru að horfa upp á það að það sé komið þannig fjárhagsvanda að það sjáu þann kost bestan að flytja úr landi. Og þetta kannski líka það sem samfélags sáttmálin að rakna upp. Það sést líka árunum eftir hrun að þá fellur traust almennings á stofnunum samfélagsins. Þetta svo stjórnmálunum og það bara þannig. Það bara dunkar og það hefur legið síðan. Það hefur ekkert náð að jafna sig. Og svo kom einhver erfiðleikar og ef að samfélagið hefur ekki trú á stofnunum samfélagsins og ekki vantraust svona upp á við. Og svo inn í þetta spila líka síðan þessi polarisering í umræðu á samfélagsmiðlum. Það er svo emotionally charged, þið vitið. Og það verður rifrild og það verður sundrung af því að fólk ekki sammála einhverja pólitíska hluti og inn í fjölskyldum og í vinahópum og það verður miklu meira svona við og hinir, svo mikið stríð sko. Og ég vil yfir einhverjum hlutum sem eru að gerast allt annars staðar í heiminum sem að splitta okkur. Það verður ekki samræða, það verður sem sagt eintal úr hvorri átt í staðan fyrir það eigi sér samræða þannig að það sé hægt að greiða úr og skilja hvað það sem þér mislíkar í því sem ég að segja og hvað það sem mér mislíkar í sem þú ert að segja. Þetta svona svipað að hérna við erum með orkupakkana og hérna ég á móti, ég með. Af hverju ertu á móti og af hverju ertu með? Það verður, þessi umræði verður aldrei. Það að því þú ert eitthvað bilaður.
Þess vegna ertu á með eða á móti. Það yfirleitt rökin. Já. Og við vorum svo sem að tala um það hérna áðan frammi, sko, að því þú hlustar út á sögu, sko, þá... en við verðum að eiga samræðina, við verðum að geta átt á okkur á því. Sko, þetta ekki þannig að það hafi allir rangt eða rétt fyrir sér. Alls ekki. Það bara, við erum með mismunandi sjónarhorn á hlutin og meðan við höfum mismunandi sjónarhorn á hlutin þá náttúrulega erum við ekki að tala sama hlut. En svo meira í þessu, sko, af því þegar við segjum núna að við séum að tala, þá erum við ofta ekki að tala það sem við erum að vitna í umræður á samfélagsmiðlum, á Facebook, og það ekki einu sinni umræður heldur, það skeytastíl. Nánast, sko, að þetta alltaf stutt skilabúð í einhverjum kommentakerfum og þess að það, sko, þannig að það engin samtal, það engin að horfa í augun. Fólk einhliða, fólk að segja, fólk vill vera séð, en það vill ekkert sjá aðra. En svo það, þú vinnur aldrei, sko, þú vinnur ekkert rifrildi í einhverjum kommentaþræði á Facebook, sko, það aldrei að fara að gerast. Það segir enginn, já, heyrðu, þú hefur rétt fyrir þér, sorry, ég sé hvað þú meinar, þú veist. Þannig að við erum í rauninni með svo rosalega tvívíða og lélega umræðu málefni sem eru ofboðslega stór og við förum á mis við raddblæ, hreyfingar, allt þetta í tjáningu sem skiptir máli. Skiljiði mig? Algjörlega. Þannig, og þetta líka stór partur af vandamálinu, sko. Mér langar bara að segja eitt og við vorum að tala sko, byrjuðum hana með þessa áhrif í samfélaginu og það var margir að tala þess að, þú veist, ofbeldis, svona bara öldu sem svolítið að koma yfir og þá sérstaklega, þú veist, bara hjá ungu fólki. En ég held að svolítið fullorðna fólkið og stjórnmálamenn að segja, þú veist, það þarf að gera eitthvað fyrir ungmenninu okkar og þú veist, við þurfum að stöðva þessa ofbeldishreinu og bara, hvað var ekki forsætisráðherra að tala um að hafa, þú veist, bara lögreglu sýnilegri í samfélaginu og eitthvað svona. En ég hugsa bara, við þurfum svo mikið einmitt að vera bara fyrirmyndir og til dæmis það að tala, vera ekki bara við sitna að hlusta og tala saman. Þurfum við ekki að sjá unga fólki með svona háfangi hjá RÚV að gefa ungu fólki mikrofónin í vikunni? Já, bara loksins og það þarf líka að vera fyrir fleiri, sko. Já. Þess vegna myndi ég vilja heyra miklu meira frá ykkur hérna í miðjunni vegna þess að ég segi alltaf að hvort sem við erum að tala samgöngusáttmála eða eitthvað annað, að allt það sem við gerum í dag fyrir komandi kynslóðir, ekki fyrir okkur gamla fólki sem erum hérna þó svo við ættum 30 ára eftir að þá eiga hinn 60 ára eftir eða 80 ára eftir. Það ætti að vera þannig að fólk svona 55 ára ætti að hætta að tjá sig skipulagsmál til þess. Því að skipulagið mun ekki vera komið þegar það er ekki fyrir það. Já, en mér langar bara rétt, bara taka undir það sem þú veist að segja með þennan samræðustíl. Og þetta ég sé þennan samræðustíl ekki bara á samfélagsmiðlum, náttúrulega mjög skýr þar, en líka bara í pallborðsumræðum stjórnmálamanna. Þú veist, fyrir kosningar og forsetakosningar. Það líka svolítið finnst mér, fólk bara búin að mynda sér skoðun og bara til að skila sínu, ekkert endilega að hlusta. Það allavega langfæstir sem raunverulega að hlusta og reyna að læra. Og ef við fullorðna fólki, þú veist, já, ég allavega 30, en ef við erum líka alltaf svona, bara erum ekkert að hlusta, erum ekkert að sína umburðarlyndi, þá erum við bara ekki nógu góða fyrirmyndir. Og þetta, já. Eru þið hérna ungar konur með blási hár og naglalag? Menna svo við vitum í Bolla. Já, veitu hvað var það? Bolli Kristinsson, hann var eitthvað að blanda sér í umræðu í Sjálfstæðisflokknum. Já. Og það vildi fá eitthvað annað fólk í forystuflokksins heldur en ungar konur með blásið hár og naglalag. Já, nei, en ég greiddi mig sem þannig komin að það var gott á tækning, bara þetta beinum til mig, sko. En sömuleitt erum við að tala svona umræðu vettvang gamla fólksins. Við erum að tala Facebook og við erum að tala einhverja svona spjallþætti og svona. Þetta ekki umræðu vettvangur ungs fólks, er það? Sko, þetta náttúrulega smitast allt út af því að fullorðna fólkið stjórnar landinu, það stjórnar öllum fjölmiðlunum og allar þessar fréttir fjölmiðluna í eðli sínu þurfa að vera að neikvæðu eðli einfaldlega út af bara aristóteliskum, dramatískum struktúr. Það þarf að vera eitthvað það þarf að vera eitthvað vandamál. Þannig að fullorðna fólki velti sér upp úr þessari neikvæðni daginn út og daginn inn og sér alltaf það sem er í staðinn fyrir að fókusera á það sem er gott og
það sem að virkar og það sem að gert í trausti og það sem að skemmtilegt og upplífgandi. Þannig að þú veit fá fréttir bara eins og stórkostlegi leiðtogi okkar opnaði ekki endilega sko. Ég einfallega bara að benda á að formið býður ekki upp á. Segjum sem svo að það koma bókasöfnin eru svolítið líka, ég meina Shakespeare bara tóm morð og já, en ég er að taka dæmi smellina á fjölmiðlum. Já, og ég er að taka sem dæmi að koma 1000 manns saman í Háskólabíó að hlusta á eitthvað fyrirlestur frá einhverjum sem hefur einhver skemmtileg skilaboð til samfélagsins, eitthvað upplífgandi og eitthvað skemmtilegt, þá engin frétt í því, en að koma 1000 mann saman að hlusta á nákvæmlega sama og ein manneskja ræðst á einhvern annan, þá ertu komið fréttina. Annars engin frétt. Og þar af leiðandi þessar fréttir sem að nást til fólks, það eina sem að fólk fær að heyra þegar að það lifir í þeim veruleika að raunveruleikin sé það sem að þú sérð í fjölmiðlum, en hann sé ekki bara það sem að þú sérð út á götu, menn og slekkur á símaninum og fjölmiðlar ekki til, þú slekkur á símaninum og þá er það einmitt bara að heilsa upp á nágrannæðin sem út að labba með hundin, þá lifur þú í jákvæðari og hreinari veruleika. En ef þú ert stanslaust í símaninum að skoða þessar fréttir, þá ert alltaf að fá þessar upplýsingar í þig aftur og aftur og aftur og það eru alls konar incentív að baki þarna sem að þurfa að halda þér þarna að vera að skoða þetta sem að bara neikvæðni og þannig höldum við okkur í þessari stöðugu stanslausu upplýsingalúppu af linnulausri neikvæðni og kvörtunum og væli og bara áreiti. Shakespeare bara ofbeldi og væl. Ég meina einu söguna sem við konum jólin eru litla stúlku Elspítu, hún dó og svo hann að Scrooge sem að tímdi ekki jólunum, það eru söguna sem að berast á jólun. Þú þarft aðeins að hendur nýja bókaskapið einhvern veginn. Ég meina góða fréttir jólin. Jólatakari. Það sem ég er að benda á að það hefur verið eiginlega umfjöllum mannsins, sögur sem að ganga á milli fólks, löngu áður fjölmiðlar eru til, að þessu tóða sem þetta lýsa. Já, en munurinn að þegar maður lesa sögu eftir Shakespeare, maður getur svo loka bókinni og farið frá sögunni. En núna erum við með snjallsímana, samfélagsmiðlarnir, fréttina, þetta farið í okkur aftur og við losnum ekki. Það þetta sem þið kallir chronically online? Nei. Hvað það? Það meira svona joke, eða svona, maður bara alltaf að sjá svo mikið að okkur bara drasla á netinu og maður bara svona verður pínur háður í en það skrolla svona reels og eitthvað svoleið svona þetta, eitthvað svona fastur maður þekkir bara eitthvað tilvísun sem gerðist fyrir 5 árum eitthvað svona, eitthvað bull Þetta náttúrulega allt hannað til þess að verða addiktív sko. Arkitektarnir á bakvið samfélagsmiðlana búa til í rauninni kerfi sem að byggir á þörf fyrir viðurkenningu, validation og óttanum við það að vera hafnað og við erum að hegða okkur svolítið í kringu þetta. Já, þetta er bara Maslow. Já, þetta er bara einfalt sko. Maslow-pyramídin. Og það er bara búið einhvern veginn manipulera sko. Leið og komin á toppinn og það náttúrulega stefnan á viðurkenningunni sem æðsti punkturinn í Maslow-pyramídunum og ef þú nærð þangað, ef þú nærð nógu mörg klikk, nógu mörg like, nógu mörg share, sko, þá ertu... Þá gaman hjá þér. Þá ertu viðurkenndur. Þá gaman og maður viðurkenndur en við verðum bara að passa okkur á því að það engin viðurkenndur nema hann viðurkennir sjálfa sig. Það skiptir engu máli hvað við förum að við getum farið inn á bíómynd og við sjáum öll sömu bíómyndin og okkur finnst hún vera góð og leiðileg og undleiðileg og allt hvað eina, þetta er allt sama bíómyndin. Þetta var bara okkar hughrif af bíómyndinni sem voru mismunandi. Þannig að ef leikstjórinn ekki sjálfur ánægður með myndina, þá náttúrulega hann búinn að afgreiða sín verk. Og þetta að þannig með okkur öll, ef við erum ekki sjálf ánægð með okkur, ef við erum ekki sátt í okkar rými, að þá náttúrulega förum við að hlusta á alla í kringum okkur. En ef við erum sátt í okkar rými, þá skiptir þetta suð í kringum okkur ekki máli. Þannig að það verið frá upphafi. Það maður þarf að
rosalega, þú veist, ég er sammálaðir algjörlega, þú veist, og bara við séum öll að vinna í því að vera bara sátt og að elska okkur sjálf svona, en það er samt, þú veist, því að það er svona mikið neikvæðni í samfélaginu, ég held að maður þarf að vera óskaplega harðan skráp til að láta það ekki hafa áhrif á sig. Þorið þið alltaf að segja skoðanir ykkar til dæmis á samfélagsmiðlum? Eða ritstýrið ykkur sjálfum mjög mikið? Já, aðeins sko, held ég. Það er bara almenni kurteisi? Nei, ég er ekki að meina það. Ég er að meina bara að halda aftur á skoðanir. Ég hef bara aldrei kunnað það. Eða þú er ekki að spyrja spurninga eða svoleiðis. Ég hef aldrei séð pointi, sko. Hefur einhvern tíma verið hræddur við að vera cancelled? Nei, ég hef verið cancelled, sko. Og ég hef lifað af, sko. Og það er bara eins og að vera óttast við að mistakast eða rasa eða ég held að það sé bara ekki hægt að lifa við það, sko. Það er ekki hægt að lifa við láta þessar hótanir. Það er ekki hægt að lifa við það. Ég held að reglan sé mjög góð að hugsa allt sem maður segir og segja ekki allt sem maður hugsar. Ég held að það er bara kurteisi í mannlegum samskiptum. Já, ég segi það og það á líka. Já, ég er ekki að tala um kurteisi. Ég er að meina um censorship, sko. Ég tekið dæmi að gekk fram að mér að það var RÚV var með í hátíðisfréttunum frétta því að Benedikt Sveinsson var látin og fór svo að tala eitthvað uppreisn ærumálið og svona. Mér finnst þetta bara svona, ég meina, hvað dónaskapur er þetta að vera nefnit að daginn sem maðurinn deyr? Þetta finnst mér svona bara dónaskapur. Stundum að láta satt kjöst lukja. Já, ég las greið, þá komaði mér ekki fram og ég hugsaði gott. Ég var bara gáttaður á RÚV hvernig þetta gæti farið í gegn. Því að þú bara daginn og áður en að maðurinn er jarðar og þá fær hann bara ákveð greis og það er bara svona kurteisi sem á að gilda en maður segi ekki skoðanir sínar ef maður í svona almenn umræðu mér finnst það bara að vera bara skild okkar að segja það sem okkur finnst í samfélaginu, þannig byggir samfélagið upp. Já, ég reyndar forðast kommentakerfi á Facebook. Það er vettvangur þar sem ég ætla ekki að tjá mína skoðanir, sérstaklega stjórnmál og spjalli því það bara, ef þið eruð inn á þau grúpu þá veit ég nákvæmlega hvað ég að tala um. En eins og ég er mjög opber á Instagram og skrifa greinir fyrir Vísi til dæmis, því að akkurat mér finnst það vera mín skylda að allavega koma mín skoðan á framfæri og útskýra mína skoðanir. Já. Ég held þetta sér mjög persónubundi. Ég til dæmis svona típan hef alltaf verið þannig. Ég er svona, hlutinni mælta svolítið svona lengi inn í mér og mér finnst þeim svo gott líka bara aðeins að heyra, þú veist, frá ólíkum hliðum og ég get kannski mín tilfinning og ég held að það sé alveg það rétta en ég er samt að reyna að vera meðvituð það að reyna að hafa eitthvað aðeins stærri mynd af hverju máli. Þannig mér finnst það erfitt með samfélagsmiðlana, það gerist allt svo hratt. Þannig mér finnst oft maður fær eitthvað frétt og ég get einhvern veginn ekki bara kommenta strax. Það er kannski líka bara... Maður þarf það ekki. Maður þarf það ekki. Það er ekki það sem að rugga mann einhverja skoðun. Nei, en mér finnst það nefnilega, þú veist, þegar maður er svona fljótur að hoppa á vagninn mitt með einhverju skoðun, þú veist, í staðin fyrir bara svona... Ég veit það ekki, ég held að þetta setja bara svo persónubundið, en ég bara skil bæði, sko. Já, kannski er það að læra líka að draga ekki ályktanir út frá fyrirsögnum. Það var mjög mikið til að byrja með og sammála þeim sem þú vilt einmitt fá viðurkenningu frá. Þannig að það var verið að læka kannski á fullu eitthvað sem... Ég missi stundum skoðun ef margir hafa hana. Þannig að ég er ekki hafa hana. Það er nóga leiðin sem hefur skoðun, ég er ekki hafa hana. En mér langaði, það var eitt sem mér langaði líka að varða þessar fyrirsagnir. Þetta var rosalega stór fréttavika og þegar við fór bara að kíkja við málinn sem við ætlum að spjalla í dag og eitthvað svona. Og þá voru þessar fyrirsagnir sem ég var bara að hugsa, ég bara svo áhugaverð sem þú ert að segja, þú veist, það er svona það sem selur. Bara til dæmis sem með Jason, þú veist, það var brottvísun hans var frestað á mánudagsmorgun og þú veist, ég hef ýmsar skoðanir ríkisstjórn Íslands en ég hugsaði bara, mér þykir virðingavert að Guðrún hafi fengið símtal frá ráðherra úr ólíkum flokki, tekið það til skoðunar og bara tekið það til sín, já, ég skil, við skulum ræða þetta betur sem ríkisstjórn. Og ég hugsa bara, þú veist, þegar eitthvað er velgert, eins og þau stíga þarna inn og ég hugsaði bara frábært. Þau eru sína hana bara, við ætlum að vinna saman, við erum hann eitthvað teymi og þau settust niður og gáðu sér marga klukkutíma. Þau voru hana, þú veist, mótmælendur voru eiginlega allan tíman með, þú veist, bara fyrir utan. Þau voru hana frá 8 morgunin til, þú veist, síðustu voru að fara 1 eitthvað, að ræða mál, þetta ótrúlega viðkvæma, mikilvæga mál. Og ég hugsaði bara, þetta er til fyrirmyndar. Vá hvað ég er ánægður sé að gera þetta, hlusta hvort annað og tala saman. En svo voru allar fyrirsagnir og alltaf bara að spyrja bara, mun ríkisstjórnin falla? Því var hóta að fella ríkisstjórnina? Og ég hugsaði bara,
getum við ekki sagt bara, hei, flott hjá ykkur að tala saman, bara takk. Einmitt eins og hann var að segja. Já, líta það. Og annars stakk mig var þetta samgöngusáttmálan sem hefur verið einmitt eitthvað svona mál sem hefur verið frekar svona breið samstæða með þvert að flokka, svona hinga til og svona en auðvitað á að gagnrýna og benda á ýmislegt sem maður betur fara og ræða hlutina betur. Já. Og óklárað mál að mörgu leyti. Já, en svo var svona fyrirsögnin að sjálfstæðisflokkurinn þríklofinn eitthvað. Og ég hugsaði bara, bara flott að fólk og mismandi fólk innan flokksins sé að standa, þetta lýðræðislegt samfélag, þau eru bara að segja svona skoðun, ég hugsaði það, en alltaf fyrirsögninar alltaf neikvæðar. En það kom samt það komst í gegn, því að það fór þarna, hvort það var Hildur eða einhver annar sem tjáði það og sagði, við erum ekkert að móti samgöngusáttmálanum, við viljum brautargengi hans, við höfum bara mismunandi skoðanir á því hvernig það var að gera hlutina. Þetta var það frétt, þannig að þarna kom inn, það var einhvern veginn eins og það hefði orðið yfirflæði á neikvæðum fréttum að varða að koma eitthvað jákvætt á móti. Og þetta var ekki held í einu sinni frétt í Morgunblaðinu, svona bara til þess að það séu svona tekið með. Og þetta en eins og ég segi, samgöngusáttmálinn á ekki vera viðfangsefni okkar sem erum eldri, hann á að vera viðfangsefni ykkar sem eru yngri. En svo lengi sem maður er lifandi þá er maður gildur, sko. Já. Það sem að, mér langar aðeins að skilja eitt Þegar vorum að ræða svona ástand í samfélaginu og þið vitnið í ýmislegt og stundum bara mannlegt eðli og þú ert með ráð hvernig er best að lifa sem manneskja. Maður verður að vera einhverja sátt með sjálfa sig til þess að geta metið heiminn. Það er bara samíkið þar á milli. Ef maður er í ójafnvægi þá túlkar maður allt einhvern veginn skringilega og sekkur dýbra ofan í vanlíðan sína. Þetta er bara þannig að við verið sem við fórum út úr hellinum líklega. En hvað af þessu, og svo er það að tala ýmsa hluti og ég er að reyna að benda á að þetta var nú svona hjá Shakespeare og þú veist, allar sögur eru byggðar upp á ykkur sem er eitthvað að. Það er ekki hægt að segja sögu, sko. Ég fór bara að vakna í morgun og svo fór ég í strætó og hann gekk bara sínu leið og kom rétt tíma og svo kom ég í vinnuna og þetta er bara... Þetta er alltaf vondfrétt og svo fæðist lamb í Skagafjörð og það er fellega grútlegt. Já, eða við höldum út einhverju landsliðum til þess að vinna vonandi annars lagið svo að verið góðu fréttir. Það verið einhver sigur. Og ég meina, en þetta er búin að vera svona sem ég er að reyna að fá ykkur til þess að velta fyrir ykkur. Hvað af þessum vanda sem ef samfélagi er í vanda sem við heyrist að þessu á því að það sé einhver svona tilfinning fyrir að það sé einhver skekkja í samfélaginu, að það sé ekki eins og það eigi að vera. Hvað af þessu er bara bundin útímanum eða hvað af þessu er kannski hefur bara alltaf verið svona? Það er náttúrulega búið að vera mjög lengi hér á Íslandi og við getum alveg farið aftur í aldir með þetta undurlega hátt almenningsgagvart húsbóndavaldi og þetta var þannig á miðöldum og ef við förum ennþá lengra aftur þá getum við alveg sagt það að menn flutti hingað vegna þess að þeir voru að forðast þessu húsbændi, þessi yfirvöld. Og við erum einhvern veginn ennþá, við berum ennþá dálítið mikla virðingu fyrir því að einhver sé aðalsmaður eða yfirvald eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er alveg... Ég kom sem þræll í skipinu þar sem að þú varst að flýja í Nóri. Og þú getur alveg farið til Bretlands eða annarra landa og þetta er nákvæmlega sama munstur að við erum ennþá almúi við komum misjaflega vel inn í heiminn og við erum ennþá almúin og okkur finnst sjálfsagt að við erum að lúta yfirvöldinu. Það? Já, það er ekki fyrir ekki fólki sem var að mótmæla. En það er bara hluti sem er rétt að byrja að gerast. Búsáhaldabyltingin er fyrsta alvöru mótmæli frá því 1949. Síðan hefur almenningur fellt 3 ríkisstjórnir, rekið 5 ráðherra. Frá 1949, frá því við gengum í NATO, á mótmælinu Austurvelli 49. Þau voru mætt með hörku líka.
hvað var það, 68 kynslóðin að berast fyrir frá fleiri deildir í háskóla? Já, en það var ekkit sem Kvennabaráttan? Já, kvennabaráttan. Frelsisbarátta samfélaga? Það sem gerist í hruninu var náttúrulega bara traustið hvarf. Við hættum að treysta þeim sem við kusum. En núna erum við orðið miklu frjálsar í þessu. Við erum orðið miklu ákveðnar í því að mótmæla eins og hvort að það er Jassan eða einhver annar. En af hverju er þessi tilfinning þá fyrir að eitthvað sé að fara úr skorðum? Vegna þess að við erum ekki að sjá stjórnvöld hlusta. Við erum ennþá í þessu sama. Núna er greinilega komið kosningavetur. Og hvað er komið? Það er Sigurður Ingi fór í sömu auglýsingastofu og bjóðtölu er ekki bara best að kjósa Framsókn. Það fekk sér nýja jakkaföt, ég tók að því. Og er komið með slagorðið, þetta er að verða búið. Og þegar vandamálin eru svona ekki nema rétt að byrja. Og við höfum kjark í dag, miklu meiri kjark í dag til að mótmæla heldur við höfðum. Og því miður þá erum við líka að sjá það að viðbrögð stjórnvalda eru þeir bíða með viðbrögðin. Og núna þá redda þeir þessu með Jassan vegna þess að morgundagurinn er síðustu dagurinn og það var hægt að felda á bak við það að þau runnu út á tíma. En hvað ef það hefði verið 3 mánuðir eða 4 mánuðir eða 6 mánuðir þar til þeir hefðu runnið út á tíma? Hvað hefði þá verið gert? Anita, þú ert yngst við borðið, ekki? Hvað er vandinn sem að við eigum við og þið, unga fólkið? Er það bara sérstakt núna eða erum við bara orðin lélegir í því að eiga við svona bara vanda sem að fylgir bara því að vera til og að vera samfélag? Sko, mér finnst svo alla tíð þá hefur alltaf sett unga fólkið og börnin síðast í forgangsröðina. Það getur tekið til dæmi að maður þarf að vera fullorðin til að kjósa þannig að börn hafa í raun ekki aðgangar lýðræði. Ertu fylgjandi kosningarétti allra? Ertu fylgjandi að allir fá kosningarétt, börn líka? 16 plus, segi ég. En það sem mér finnst svona einkenna hvað er í gangi í dag er að eins og ég sagði áðan með að það var sett á samkomubann og það var lítið til ekki hugsa afleiðingarna sem myndi hafa börnin nema gripið til aðgerðar til þess að taka á móti börnunum eftir samkomubannið. Við sjáum líka aukið álag á sérstaklega framhaldsskólanemum, það var stytt framhaldsskólanámið og ég kann segja alltaf að þetta sé samþjöppunámi, ekki stytting. Þannig að mun meira álag á 16 til 19 ára krakka til þess að útskrifast úr námi því að þó að flesti skólar þá er þetta sveigrum að útskrifast mögulega á 4, þá er þessi samfélagslega pressa að klára 3. Einnig þegar horfum á kannski börn sem hinsegin börn með svona aukið hinsegin haturina og svo eins og ég sagði með þessi ofbeldismenning sem er núna að koma og er búin að vera til staðar síðustu mánuði, ekki síðustu ár. Og mér finnst eins og kerfið við það, núna er bara að sjá stjórnvöld loksins bregðast við. Við erum búin að vita í langan tíma að geðheilbrigðiskerfið er brotið á Íslandi. En stjórnvöld er ekki að bregðast við í því? Stjórnvöld bregðast við með að setja málmleitatæki fyrir fram á skólabölu? Já, og þau eru að skerða fjárveitingar í félagsvísindin í háskólanum. Sem veit að þau eru ekki að horfa þetta frá vitlausri átt. Þau hugsa hvernig á að stoppa þetta bara þegar staðan er orðin það slæm í staðan fyrir að byrja á rótinni. Byrja á að kenna börnum á tilfinningarnar sínar. Og eins og ég sá á torginu ein sem sagði að það þurfti bara frá því fyrsta bekk að kenna bara hvað er reiði, hvað er þessi tilfinning sem var svo góður punktur. En á þetta ekki fara fram bara á heimilunum með kvöldverðarborðið þessi svona tilfinningarlegi þroski og er ekki sko í drauma heimi þá var hægt að setja þá var bara börnin læra þetta heima en fjölskylduaðstæður eru mismunandi. Það er mismunandi hver skoðun foreldra er á málefnum. Það er mismunandi hvað tök foreldra og forráðamann hafa til þess að vera að kenna börnum þetta. Þannig að við sjá núna stjórnvöld allavega búin að viðurkenna sér vandi en eins og þú sagðir þá er verið að bregðast við með því að stoppa ofbeldið þegar staðan orðin það slæm að er ofbeldið til að stoppa.
Má ég bæta bara aðeins? Hann að ég tek undir allt sem varst að segja og svo líka bara að það fullt af hlutum í samfélaginu sem virkar sjúklega vel og bara frábært og kostar ekki mikið eins og ég hlustaði á viðtal í vikunni við framkvæmdastjóra Bergsins, þetta ekki Bergið, sem svona Headspace. Já, það sem þetta bara öruggur staður, þar sem börn geta pantað, þú veist bara viðtalstíma með þokkalega stuttum fyrir, held ég þurfa að taka 100 viðtölu hverju viku og hún sagði eitthvað 70 ekki maður ekki, eitthvað bara ótrúlega há prósenta þeirra barna sem koma og fá viðeigandi meðferð þarna, nokkuð viðtöl sem bara 1, 2, 3, 4, 5 og svo bara fá þau að vita að þau geti alltaf komið aftur, þetta öruggur staður og langflest börnin þurfa ekkert frekar úrræði og þau eru ekki með tryggt fjármagn til lengra þau þurfa alltaf bara að tryggja eitthvað 1 ár í einum og hugsa bara þetta svona æðisleg bara frábært starf, bara fullt af fagfólki og þetta að virka já, og þetta svo lítill peningur í rauninni, þú veist og þetta eitthvað sem þú veist, að laga vandamáli, grípa það strax að vera til og þetta svona ótrúlega einfalt, þetta ekki endalausir biðlistar og þetta, og líka svo heyrði maður að það var eitthvað átak fyrir ungumenn í landinu ég hef heyrt frá vinum mínum frá Ísafirði það hafi verið alveg svona ótrúlega flott alltaf frístundamiðstöð, bara svona opið skapandi rými þar sem fólk gat farið verið að fikta í hljóðfærum og þú veist, prófa að búti útvarpsþátt og bara gera eitthvað skapandi og skemmtilegt bara í öruggu rými, bara hafa góðan stað til að hanga á eftir skóla það svo margir sem bara skólinn búinn, hafa ekkert endilega vini til að leika við og sérstaklega eftir COVID þegar fólk það svo margir sem urðu svo félagslega einangraðir þú veist og núna alltaf verið að leika bara í tölvuleikjum en bara hafa stað sem það getur mætt í persónu hafa eitthvað veist, sem eflir og já það kostar heldur ekki mikið pening að það var bara gekk í nokkur ár, gekk sjúklega vel vandamáli var eiginlega til staða lengur þá var þetta lagt niður það þurfti ekki lengur og þá var þetta bara vandamál aftur til en það náttúrulega það sem gríðarlega mikilvægur þáttur í öllu starfi nú var ég kennari í 5 ár við Iðnskólann í Reykjavík þannig að ég kynntist alveg ótrúlega mikið af krökkum sem fóru þar í gegn og var aðstofastjórnendur skólans og við sáum það aftur og aftur að það sem skipti mestu máli væri það að við sem stjórnendur og kennarar værum að taka vel á móti okkar nemendum og værum að gefa þeim jákvætt umhverfi. Náttúrulega tókst ekki öllum kennurum að gera það. En í öllu svona starfi og sérstaklega eins og þarna sem við vorum að taka við alveg gríðarlega mikið af svona 0 áfanga krökkum og við þurftum að takast á þetta og þetta var bara okkar viðfangsefni að það skiptir mestu máli það að finna styrkleika einstaklingsins. Það að sjá hvar einstaklingurinn sterkur, hvar hann góður. Það getur vel verið að einhver sé lesblindur en hann rosalega flottur rafvirki. Eða hún góð að klippa, veist hvað það og þetta það sem hefur alltaf verið sagt við að finna hvar styrkleikarnir og þess vegna þurfum við líka að passa okkur á því að vera ekki með hindranir inn í hina þessu skóla samanber Listaháskólann. Meinar að fólk komast ekki inn? Já, ég meina að það sé ekki erfitt fyrir fólk að komast inn í nám það sem það gæti virkilega notið sín, hefur hæfileikana. Og þetta það sem okkur var kennt, ég fekk fyrirlestur að sett fyrirlestur 90 og það segja að fólk fá ekki tíma til að blómstra. Það bara, við ætlum að sjá allt fyrir einhvern veginn og já, ég satt fyrirlestur 92-3 og þar var þetta þemað að það var að finna styrkleikana, vinna með styrkleikana því að þú vinnur með styrkleikana þá kemur hitt og eftir. Anita, hvað varst þú gömul í COVID? Hvað langt síðan COVID var? Það 2020 eða? 4 ár síðan COVID var? Ég var þá á minni annari önn í menntaskóla. Þannig þú ert bara eiginlega versta kynslóðin? Bara klárlega og pluss að menntaskólan var bara 3 ár. Ertu fædd 2005? 2003. Já, þannig að eins og fyrir mér þá var, ég fekk eiginlega bara 1,5 ár í menntaskóla og eins og þess að segja með að fá að blómstra þá ég sé mikið eins í framhaldsskóla árið verið þessi þroskunar ár þar sem ég og mjög margir á mínum aldrei mistu af. Já, sem svona bara að fá að lifa í einhverju svona frelsi, gera einhverju mistök og rekast á og pröfa ýmislegt og
ekki verið undir ykkur svona linnulausum, ykkur þrýstingjum að vera ykkur á réttri braut, sem ég heyriði bara þegar ég talaði við ungt fólk í dag, kemur óvart hvað ungt fólk bara rosalega busy, sko. Því það svo mikið í náminu og líka í háskólanum og svona. Þetta öðruvísi heldur að það mín kynslóðar, sem að háskólanum voru oft sko tími þar sem að fólk hafði bara eitthvað svigrúm til að gera alls konar hluti, en núna alveg bara linnulaus sko þrýstingur. Líka sem krakka, foreldrar eru fullu starfa að skuttla á milli einhverja tómstunda þar sem það þarf að ná árangur. Barnið eru 3-4 vinnum. Einmitt. Það enginn sem fær að leika sig bara eitthvað og slappa af. En má ég spyrja að því að það verður að tala að þú veist að þau eru tekin að bara alveg niður í bara hinn hversdagslegu samskiptisvegum sem tekin af okkur í COVID, að við megum ekki heilsa konun út í bakari og bara mannin út á götu og ekki knúsa og ekki heimsækja af og ömmu og allt þetta. Það, og maður getur hugsað að já, þetta kannski svona bara eins og ræktina, ef við höldum okkur ekki við, þá hörnum við bara einhvern veginn og svo komum við út úr COVID en þá förum við bara í ræktina ekki og náum okkur upp aftur og erum bara komin í svona eðlilega félagslega virkni eftir 2 misseri, eða þetta eitthvað tilfinningi fyrir það að sé eitthvað búið að taka úr manni sem að maður fá ekki, eða hver tilfinningin? Sko, fyrir mig persónlega þá tók maður alveg smá tíma til að fara aftur í þessa rútínu, að fara út úr húsi að hitta vini mína, bara þetta, maður var svo vanur að bara vakna, fór fyrir frá tölvuskjáin að læra og fór kannski í vinnu. Þannig að tók alveg smá tíma til að venjast að það var normið aftur, en ég veit ungmenni sem hafi ekki ratað út. Hvað segir þið? Hafi ekki ratað út. Já, sem eru ennþá bara pínu föst í þessu hvað svona cycle sem vítahring, já. Og mér finnst þessu aftur, það var ekki gert ráð og það var ekki hugsað afleiðingarnar og það var ekki komið einhverja mótaðgerðir til að taka við þessu börnum. Og sama tíma sjáum ennþá í dag 16 og 17 ára börn sem fara ekki í menntaskóla og eru kannski ekki í vinnu heldur. Þetta eru börn sem gleymast mjög oft í umræðinni og í kerfinu, sem ég persónulega mjög mikla áhyggjur af. Og það eru engar aðgerðir hjá stjórnvöldum til að koma á móti við þessi börn, og eins og stjórnvöldur er ennþá komið með heilstæða ungmennastefnu þrátt fyrir eins og Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekað aftur og aftur. Þetta er bara sýndarmynd á hversu lítið stjórnvöld hugsar hagsmuni barna og ungmenna. Þú vilt að segja að við þurfum að bregðast við þessu, að við þurfum að hjálpa krökkum til þess að komast aftur og þú þarft persónulega að ýta á eftir til þess að gera þetta, gerist ekki sjálfkrafa að við förum aftur út í svona eðlilega félagslega hegðun. Þetta verður við að Það hefur alltaf verið hérna á Íslandi og það er þessi skortur á stefnumótun, og meðan það er skortur á stefnumótun þá vitum við heldur ekki hvert við erum að stefna. Við vitum ekki, þetta er svona eins og Lísa Undraland þegar hún kom út úr og spurði köttinn upp í trjánu hvert við höfum að fara og hann sagði Kötturinn sagði þetta reddast. Nei, kötturinn sagði hvað komst. Það er ekki bara best að gera framsókn. Já, hann sagði hvað komst, ég veit það ekki, og hvert þetta fara, ég veit það ekki, en þá skiptir engu máli hvaða leið þú ferð. Og þetta er íslenskt þjóðfélag dálítið, þetta reddast. Við segjum við ætlum að gera þetta, en það er engir bautasteinar á leiðinni þangað sem við ætlum að fara. Ég heyri samt fleiri og fleiri segjast við erum komið nóg að þessu stefnuleysi og komið nóg að þessu konsepti þetta reddast. Það er bara fólk nennur ekki lengur. Ég er búin að auglýsa þetta stefnu hérna íslenska stjórnvalda frá því 2009 eftir hrunið, og ég er búin að reglulega birta sömu bloggfærsluna aftur og aftur. Fyrir hverja einustu kosningar birti ég sömu bloggfærsluna það að nú er komin tími til að fá stefnumótun. Og þetta er orðnað á 5 kosningar, 6 og þetta er sama færslan, ég birti hann alltaf. En eitt er stefnumótun og þú veist að fyrirríkjuleysið og svolítið talaði þetta með fasta í kringum jarðeldan á Reykjanesi. Það fannst mér vera svona meira að tala svona að vera fyrirríkjuleysi, að þú veist að hefðum geta gert ýmislegt og verið kannski komið tíminn til að hugsa það, að þótt að við væri rosalega góð í þessu, þannig að þetta reddast og koma svo allt þetta, þá væri gott að hafa smá fyrirríkju. Annað sem ég fannst koma í sambandi við Grindavík
var að við vorum með vakt á jarðræringum og alls konar mæla á jörðinni og gátum mælt eitthvað landrís og eitthvað fleira og svo opnaðist þetta. Allir þurftu að flýja eftir að hafa gengið jarðskjálftar yfir. Þegar fólkið var búið að keyra fram í Bláa lóninu, þá var ekkert plan hvað að gera við fólkið. Einmitt. Þannig að það er líka það sko, þú veist, hvað er það sem að við sem samfélag berum ábyrgð á? Það er eins og að sé hjá okkur, þú veist, hvernig þér líður og svona, þú bara hressir þig aðeins og drífur þig í gang en ég bara að spyrja í alvörinu, er það hlutverk samfélagsins eða er það bara hlutverk einstaklingsins eða fjölskyldunar? Það er eitt dæmi sem ég langar að taka, inn á Indó-appinu, það er hægt að safna, það er hægt að gefa svona peninga í góðgeramál. Þegar að Grindavík, þegar að fyrsta disasterið var nýbúið að hrynja að fara þarna yfir og fór ég inn og tekka á því hvað væri verið að safni. Það voru komnar 300.000 krónur í einhvern Grindvíkingasjóð og 5 milljónir í Palestínusjóð. Og ég hugsaði, erum við svolítið mikið að horfa út fyrir okkar eigin garð? Erum við að fókusera nógu mikið á það sem er að gerast hérna, á þessu landi, skiljið? Eða erum við að svona, hvað heitir þetta, projekta eða svona forðast kannski alvöru mál með því að horfa á það sem er að gerast, þú veist, hjá nágrannanum. Skiljið hvað er að fara? Já, ég held að sé mjög mikið af því. Ég held að allur okkar kúltúr einkennist af því að kenna þessum, að kenna stjórnvöldum að kenna öllum öðrum en okkur sjálfum. Sem dæmi fyrir foreldri 15 ára barns í dag, og barninu gengur eitthvað illa. Það er einhverjum félagslegum vandamálum, það er eitthvað ekki að ganga upp hjá því, það er mikill sársauki, getur verið að manifestast á alls konar mismunandi vegu. Þá er miklu auðveldara fyrir þig sem foreldri að segja að þetta sé út af þessu í staðinn fyrir að taka ábyrgð á því og horfast í augu við því að þetta var mögulega út af tengslarofi á milli ykkar að þú tælta upp í sófa í símanum að borða óholla mat og sérði ekki þig og getur ekki tengst barninu þínu og getur ekki sýnt í ást og getur ekki verið til staðar, þá er miklu einfaldara og miklu flóknara að bara segja að þetta er þessu að kenna og stjórnvöld þurfa að gera eitthvað í þessu. Þekkir þú svona foreldra? Ég þekki ekki svona foreldra. Ég þekki foreldra sem eru linnulaust að fara yfir það, hvernig maður hegða sig gagnvart barninu og hvað maður er að gera. Maður veit bæði, en punkturinn minn með þessu er bara að það er oft á tíðum töluvert auðveldara að kenna stjórnvöldum og benda á eitthvað annað en í staðinn fyrir að skoða eigin hegðun og eigin veruleika og reyna að ná fram einhverjum breytingum þar, en það er auðvitað bara spurning nálgun, hvernig, þú veist, eins og ég hef áhuga að heyra frá ykkur, þú veist, hvernig þið sjáuð einhvern veginn lausn á þessu. Er lausnin í stefnumótun stjórnvalda? Er hún í að stjórnvöld grípi einhver aðgerðir, að við fáum betri ríkisstjórn, að við fáum hvað? Það fer bara eftir hvernig þú vilt ná markmiðunum þínum og hvernig þú vilt sjá breytingar. Og ég hef áhuga að heyra frá ykkur, þú veist, þýðir það eitthvað að vera að biðja stjórnvöld eitthvað? Þetta snýst alltaf það þegar sko, ágreiningum milli, skulum bara hafa þetta tvo aðila að spyrja, sko, ég hef verið svona sem er í slíku máli og ég spurði hvort aðalum sig, hvað getur þú gert til þess að breyta málum? Og það fyrsta sem viðkomandi sagði, hann getur. Akkurat. Nei, ég sagði, hvað getur þú gert til að breyta málum? Og ég talaði alveg sikkurlega og svo fór ég talaði við hinn hvað getur þú gert til að breyta málu? Og hann alltaf sagði, já, þau geta gert þetta. Og lokum þá fékk ég báða aðalega að hugsa hvað þeir gátu sjálfu gert. Það voru kennari og nemendur. Nokkrum vikur seinna komu nemendunum til mín og sagði, þetta, ég veit ekki hvað það gerði, þetta er bara gjörbreytt, þetta er alveg frábært. Ég gerði ekki neitt, ég fekk bara til að hugsa og okkur langar bara til að gefa hann blóm. Ég sagði, af hverju gerir það ekki? Ég meina, sko, þetta við erum alltaf í þessari stöðu að við erum að reyna að koma með hugmyndur og við erum að reyna að ætlast til þess að aðrir breyti sig en ekki við sjálf. En þetta er ekki þannig. Það verða allir, fyrstulega það verða allir að skilja hvað hver og einn er að segja og svo verðum við að veltaði fyrir okkur hver er okkar þáttur í því að breyta ástandinu. Er þetta ekki æðruleysisbænin bara?
Jú, þetta er náttúrulega, þetta er ennþá lengra vegna þess að þetta er svo miklu stærri hópur. Galdurinn í henni er náttúrulega að hafa vitið á því hverju ég get breytt og þú getur náttúrulega sannfært og þú getur ekki breytt neinu og verið svo bara að reyna að lifa í heimi þar sem þú bara ert afskiptarlaus hvernig samfélagið þetta er. En það getur verið gott vit í því. Það getur verið að þú bara fara og bara reisa við leigjendasamtökin og fara að hefja baráttu fyrir leigjendur í staðin fyrir að trúa þeim að þú bara breyta einhvern veginn að þú kaupir íbúð, sko. Það er ekki einfalt að vita hvað maður á að gera og hverju maður getur breytt. Nei, það er kannski eitthvað sem er nærtækara en annað og í staðan fyrir að vera fókusur á hverju maður getur breytt sem er kannski hinum megin á hnettinum. En er ekki meira undanfarið 20-30 ár í þessari upphöfnu einstaklingshyggju sem við lifum í verið að segja okkur að þú getur breytt öllu, hvað ert þú fátækur? Það er bara eitthvað því þú eru bara að breytast. En málið er náttúrulega þú ætti bara að berjast fyrir fátæk og breyta þjóðskipulaginu þannig að henni ríkus ekki alltaf að níðast á fátækur. Nei, vilja bjarnast okkur því að ríka fólk það trú ekki allir á akkurat þessa leið. Nei, ég er bara að segja að það er ekki með þessum rökum það hverju ég geti breytt sjálfur og hverju ég get ekki breytt samfélaginu. Ég er ekki samfærður að það sé góður áróður að halda þig fram að fólk get ekki breytt samfélaginu og ég bara sætta sig við það og fara bara heim til sín og breyta sjálfum sér. Nei, ég held að við getum svo sannarlega breytt samfélaginu. Við erum búin að hlusta á það í 30 ár, sko, þannig að það er bara ævintýrlegt að mann komi fram með það sem einhverja nýja ferska hugmynd í dag. En við erum að tala tvo hluti samt, er það ekki? Jú, ég held það. Ég er að hlusta á podcastað Bergþórsson, ég náttúrulega veit hvað hann er að segja. Hann er bara með ultra hægri áróður. Ég myndi ekki segja það, ég myndi segja eins og að tala áðan sögunar. Það þurfa alltaf að vera einhverja sögur og ég er persónulega þeirrar skoðunar að það þurfi ekki að vera sögur. Þú getur lifað í söguleysi. Söguleysi, það er nýfrálsíkjan sem segir að það er alltaf árið 0. Nei, bara hlutinir eru. Fólk er. Þú gefur öllu þá merkingu sem þið langar til þess að gera. Þú getur hort á heiminn þannig að ríkt fólk sé endalaust að níðast á fátækafólki, síðan getur líka ekki gert það. Og það er bara... Þú ert að lifa við það. Þú getur litið þannig að það sé að skaffa öðrum vinnu og svona? Það er að semja sína sögu hvað sem er daginn út og daginn inn. Elon Musk sé að færa okkur framtíðina og við getum trúað þessu. Það er þetta að trúa í. Við getum bara farið í hvaða kirkju sem er og trúa því sem það er sagt. Þú ræður bókstaflega hverju þú trúar. Ég tek undir þetta með þér. Og þar að leiðandi laðast maður bara að því sem að er jákvæðni, góð orka í, stemming, einhvers konar uppbygging allavega fyrir mitt leyti þá sé ég þetta þannig og maður er alltaf opinn fyrir því og maður fagnar því þegar maður hefur rangt fyrir sér sá ég þetta svona, er þetta ekki svona? Gekkja, þá læri ég eitthvað að þessu og jákvætt er niðurbrót verkalýðshreyfingar vegna þess að það er bara átök og eitthvað svona blekking og fólk á bara að hætta að vera í verkalýðsfélögum og fara heim og breyta sér sjálft það er þín saga þú veit þetta sem er jákvætt þannig sérð þú það Ég er að spyrja þig, telur það að vera jákvætt að brjóta niður verkalýðshreyfinguna? Nei. Þannig að þú tekur verkvöllur jákvætt? Það fer algjörlega bara eftir sjónarmiðum, sko. Það fer algjörlega eftir sjónarmiðum þeirra sem er í verkvallinu? Og aðstæðum. Ég get ekki. Mér langar eiginlega að stíga inn í þetta er komið að rangast það hérna, sko. Ég sá alveg fínt háðum daginn sem að þannig, við heyrtum þetta hérna trickle down economy, það sem hérna brauðmunslukenninguna sem er jákvætt og hérna þá var einn að gera grína því að það væri kannski bara jákvætt að Elon Musk myndi tapa öllu sínu því að þá verður hann bara fátökur og þá myndu hérna brauðmúlarnir rinja til hans og hans eigin brauðmúlar en sko það sem er held ég ofsalega mikilvægt og við vorum að tala Grindavík og hvað tók við og allt þetta er það að stundum erum við tilbúin og stundum erum við ekki tilbúin en við skulum aldrei væna fólk í þessari stöðum það að það sé ekki að gera sitt besta Stjórnvöld? Já, ég meina, það voru ekki stjórnvöld, það voru almannavarnir og svo framvegis. Það er stjórnvöld? Þessir, já, en það voru samt ekki ríkisstjórn. En almannavarnir eru stjórnvöld. Já, en meina, þetta, fólk hafði síðast upplifið þetta 73 í Vestmannaeyjagosinu og þá voru við óundirbúin og út allt er til rýmingar áætlanir, almannavarnir áætlanir og fleira.
það átti engin von á því að þau þyrfti að rýma alla Grindavík á 0-1. Og þetta myndi síðan halda áfram bara. Það voru gefna bækur það held ég 2003. Já, sko, nú er einn af mínum hættum við það að ég er sérfræðingur og ráðgjafi áhættustjórnun og hef alveg greint alla þessa áhættu kringum þetta aftur og baka áfram og gerði mitt fyrsta áhættumat Reykjanesskagann 2003. Og það að þessi atburður yrði akkurat núna á þessu tíma sem gerði síðast fyrir 2300 árum var ekki eitthvað sem menn áttu endilega að vera undirbúnir. Voru ekki 1300 ár? Nei, það er 2300 ár síðan að góð síðast á þessari sprungu og þegar síðast semst urðu slíkar jarðvegshreyfingar á Grindavíkursvæðinu sem þarna urðu. Í síðustu tvennum Reykjaneseldum sem við þekkjum og það kallum við þessi elda sem á Reykjanesskaganum, þá byrjuðu umbrotin austast, ekki vestast. Þannig að þetta var eiginlega allt, gekk allt gegn þekkingumanna á svæðinu. Og þekkingmanna á svæðinu er nánast engin. Það var í fyrsta sinn 2001 sem var sett ritgerð eða grein þessa endurteknu elda. Að þeir þróu svona eins og þau gerðu. Við erum bara nákvæmlega þess að við vitum ekki neitt svæðið. Og vissulega eigum við að geta séð fyrir alltaf ófyrir séða. Og ég myndi gjarna vilja sjá áætlanir rýmingar og átumat á allum. Voru að hringja í Völvu vikunar? Nei, þarf þess ekkert. Er að grínast? Þetta er allt fyrir séð. Það er bara tímasetningi sem er ekki fyrir séð. Og þess vegna verðum við pílund að passa okkur á því að við getum ekki bara rapað álöktun og sagt þetta var allt ræðilega vitlaust. Ég held að sko þegar ég var krakki og við bara eldri þá ólust við upp í það að það fóru almannavarnaflautur í gang held ég einu sinni í viku. Nei, einu sinni 3 mánaða fresti. Var á 3 mánaða fresti og það voru æfingar í skólum hvernig þetta bregðast við að kjarnorkusprengju yrði varpað á Reykjavík Leiðbeiningar í símaskránni. Og leiðbeiningar í símaskránni líka hvernig átt að bregðast við í jarðskjálfta og svona og ég er á þessari hvað kynslóð sem að kallast X-kynslóð sem að þykir svolítið svona nýhýlisk og köld og fann upp internetið því miður, getur maður ekki sagt en síðan kemur alveg bara rosalega gott tímabil það eru sérst búmerarnir og mín kynslóð sem að er þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að vera í algjörum friði ofsalega lengi og það er í rauninu bara alltaf allt höngi dóri og gott og síðan núna eftir COVID, þess kannski eftir hruni, það er kannski fyrsti indikatorinn og síðan kemur COVID og núna finnst mér á síðustu 5 árum, einhvern veginn 4-5 árum, að það er svo mikið að gerast í einu. Þetta verður svolítið svona overwhelming. Það er stríð í Evrópu og síðan er þetta að fara á fleygiferð þarna niður í Miðausturlöndum og við erum með jarðelda og við erum með einhver rosalega, einhver ofsaflóð núna sem eru búin að vera í Evrópu. Man er alltaf að sjá einhverja myndir af einhverjum og það eru skógareldar í Amazon og svo einmitt og svo og svo var ein fréttin sem var að Íslendingum er búið að fjölga 11.000 og útlendingum 30.000 á Íslandi. Sem er góð frétt. Á stuttum tíma. Það er ágætis frétt að því við erum búin að vera mjög homogynous, við erum náttúrulega bara eins og strumparnir, við erum alveg óbúslega einsleið þjóð. Það er bara gaman að búa í samfélagi sem að fólk vil búa í. Því fleiri sem er í samfélagi, því flóknara verður að díla við það. Það er gaman. Því flóknara verður pólitíkin, já. En á meðan við erum undir svona miklu álagi eins og að þetta er að gera svo hratt, skilja, það er svo mikið í gangi, mikið árit og stór mál í gangi að þá er erfiðar að greiða úr þessu. Þannig þetta er bara ofsalega stórt og mikið verkefni. Það er staðan og þess vegna líður okkur svona bara og ég halda heiminum uppi. Hvenær byrja almannavarnaflautirnar? Þetta er sem staðan og þetta er líka bara þróunin og við búum í alþjóðasamfélagi og við bara, það er löngu komin tími til að fagna því held ég og bara opna faðminn fyrir því og það er svo ótrúlega margt gott sem fylgir því og fjölbreytileiki samfélagi. Þetta er rosalega áskorun. Já, auðvitað, en ég vil, já. Þetta gerir svo hratt, skiljið. Þetta er ekki að gerast á 20 ára tíma, þetta er að gerast á svo rosalega knöppum tíma. En það er staðan og það er líka bara með breytingar á loftslagin, loftslagsbreytingar og svona, þetta er bara staðan og þetta er framtíðin og flóttamanna vandi er bara það er líka túristavandi já, algjörlega en bara þetta er bara
það bara farið að vera fleiri flóttamenn, þú veist, og það við vestrænu ríkin sem berum, finnst mér bara heilmikla bara ábyrgð á því að það sé ekki verið að stíga almennilega inn og stoppa og bremsa. COVID sýndi okkur það alveg hægt að bremsa, sko. Það alveg hægt að heyja og breyta ykkur. En mér fannst bara, stakk mig aðeins, það sem þú sagði þér áðan, sko, að við þurfum að kannski laga samfélagið okkar fyrst áður að fyrir að horfa út í heim. Mér finnst það bara komið kannski bara, þú varst að spurja okkur hvað þú þætti. Ég hef sko áhyggjur af því að við séum ekki að skoða, skilur, við erum ekki sjá drasli heima hjá okkur. Fyrir drasli sem í gangi, þú veist, sem í gangi á nágrannanum. Við erum sem þjóðfélag, þá erum við multifunctional. Við erum multifunctional. Multitasking. Það kom okkur hugsunar. Ég vildi bara segja því að við getum gert bæði einu og ég held að það bara styrkir okkar samfélag að sýna öðru fólki samkennd út í heimi. Mér finnst það bara styrkur og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkar samfélag. Það ekki á hverjum degi sem það þjóðarmorð að eiga sér stað og á svona pínulitlu landsvæði og þú veist, þetta ekki á hverjum degi. Nei, sem blessunarlega. Þetta gerist náttúrulega í vanda og þetta gerist alltaf reglulega. Það var ekki Laxness sem sagði að vera góður Íslendingur eða góður heimsborgari, sagði Laxness. Sagði Laxness, já. Það bara hluti að vera góður Íslendingur er að finna til með fólki á Gaza. Það var nú skárri aumi Íslendingur sem myndi ekki finna til með fólki í Gaza. Já, en ég held það bara, já. Nei, og það ég ekki segja það ég ekki gera það. Ég skil hvað er að fara. Já, ég skil það nefnilega og ég held sem margir sem eru að hugsa þetta líka bara við verðum að stoppa alla einhvern veginn hælisleitendur þannig getum tekið til, en ég held að við tökum best til með að bara skoða stöðuna, auðvitað, En þetta búið að vera svolítið þannig að það fæst ekki tími til þess að stoppa og skoða stöðuna því að tekur alltaf eitthvað nýtt og nýtt við og eins og við fréttunum núna. Það er aldrei í boði, sko. Nei, þú veist, þetta er svo stór, þú veist, öll þessi morð sem eru búin að vera núna þessu ári, sjálfsvíg, alveg gríðarlega mikið af sjálfsvígum, einmitt eitthvað svona post-covid trauma atriði, sko. Ég heyrði þetta hjá henni Kristrúnu. Gefist ekki headspace til þess að fara yfir hvað er að gerast. Já, passa upp á börnin, passa upp á félagsvísindin, passa upp á samfélagið. Það er aðeins að skjóta þess með þess að hugmyndum að gefstöldri tími að því að Kristóf Frostadóttir kom hérna inn umræðina í febrúar held ég það og tók svona uppbeygju í stefnu samfélkingarnar í innflytjendamálum og orðaði þetta þannig að fyrst verðum við að laga öll grunnkerfin okkar, svo getur við tekið með fólki. Þetta er náttúrulega bara mun aldrei gerast. Þetta er svona sama að vera að tala núna orkuskortin, það fyrir að vera að virkja til þess að mæta einhverju. Það verður ekki þannig að við byggjum grunnkerfi út af þörfinni eftir 10 ára eða eitthvað svoleiðis. Og nú er komin umfram þörf í skólakerfinu og leikskólakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Nú megið þið koma. Sem þetta reddast þjóð fórum aldrei að fara að gera það. Svo mátt ekki gleyma því að gríðarlega stór hluti af þessum útlendingum sem hingað hafa flust og nú tala er 80.000 er að koma hérna vegna þess að við erum hluti að Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta er fólk sem má koma hingað og þetta er fólk sem heldur upp í heilbrigðisstofnunum, leikskólum, ferðaþjónustunni, þetta eru bílstjórarnir í strætó og þetta er fólkið, þetta er sorphirðufólkið, þetta er fólk sem vinnur alls konar störf. Þetta er fólkið í grunn, þetta er fólkið í grunnstörfum þjóðfélagsins og ef við hefðum ekki þetta fólk þá værum við miklu lengra aftur. Jú, túristinni koma að skipta það var meiri árið heldur en kvennaverkfallið 75 þetta er bara og ég tek fyrir mig, menna foreldri mín eiga 17 barnabörn og af þeim eiga örugglega 12-13 maka og af þessum mögum eru 6 sem ekki fæddir í Íslandi. Þetta er bara orðið þjóðfélagið. Þetta er við erum bara komin inn í þjóðfélag sem er með margfalda og blandaða menningu og við sækjum sjálf menntun til því í þjóðfélag. Við erum ekki lengur í Íslandi eins og við höfum vanist, sko. Nei, og íslenskan mun mögulega endanum bara vera tölu við eldhúsborðið. Því við öll á hverjum einasta degi tölu við ensku. Meirinn hlutin á námsefni í háskólanum í mörgum fögum er bara á ensku. Þú veist, skemmtiefni sem fólk horfir á í sjónvarpinu, þú veist, YouTube og þetta er allt enska. Og gæti, maður náttúrulega ráðleggja fólki að ef þú ætlar að lifa bara á ensku skemmtiefni, það er alveg ótrúlega forheimskur, sko.
Ég meina, horfðu á eitthvað franskt og ítalskt og arabist eða kóreanskt eða guðspænum, sko, því að ég held að þú bara farið mjög illa með heilabúið og eru alltaf að reyna að næra þig bara inn í ensku málimi. Það er bara þannig. Kannski bara heimurinn allir að verða einhverju risa kólóníu. Þannig. Anita. Ég nefnilega skil ekki þess að neikvæðu umræðu kringum fjölmenningu. Ég hef aldrei skilin og ég held ég mun aldrei skilja því að jú, það er vandamális, innviðin okkar er að springa, það er staðreind og það er eitthvað sem þurfum að grípa inn í. En af hverju erum við að tala svo neikvætt að ég var núna að versla í svona matvörslubúð og mannskinn á kassanum tala ensku. Ég skil þetta ekki. Og það að fólk sé ósátt við að það var byggt Moskvu í Reykjavík. Þetta er bara, ég mun aldrei skilja þetta. En svo á sama tíma, eins og fyrir þessu þætti núna í dag, þá voru að tala að staðan á Íslandi var það slæm að fólk íhuga að flytja út. Af hverju mættu við Íslendingar fara til aðra Norðurlanda ef við séum svo ósátt við að aðrir koma hingað að leita betra lífi? Ég myndi bara að flytja til Afríku, held ég. Herðu, þið er að skilja þetta þá. Eitt sem að þú sagðir var eitthvað að við hefðu lifað tíma þar sem að var eins og allt væri í lagi, svo allt eru komið yfir. Nei, ekki allt í lagi. Já, COVID, já. Nei, fyrir þann tíma, þú veist svona, þetta er bara klassísk. Já, það var náttúrulega ekki alltaf allt frábært, en það voru ekki stríð í Evrópu svona rosalega eins og núna. Það er bara klassískt, þessu hugmyndum endalókssögunar að frá 89 eru miðað við og þangað til 2008 að þá hafi eins og við varum búin að leysa öll vandamál og þar leiðandi og þá kem ég að þessu að því að við vorum svolítið að kýta hérna ég og Beggi. Það er að spyrja í mennkenningu að þegar að síðan hrunið kemur, eins og þú nefndir, að það var að mörguleyti óleyst, þrátt fyrir að það eru skýrslur og marga bækur, þá er bara ekki náð eiginlega að fjalla kannski svona meginatriði hrunsins og ég veit að það er mikið af fólki sem að misti húsnæði sitt á þessu tíma og börn þess fólks sem að þætti svona væntu það að verða séð í samfélaginu, að það hafi verið barið niður í fátækt og inn á leigumarkað sem að kæmist ekki út og þessa vandi hefur bara verið svona ítt til hliðar og við höfum ekki viljað að vera að ræða alveg frá hruni. Þá dettur mér í huga hvort að það geti verið hluti af vandanum að á þessu tímabili, segjum frá 89 til 2008 með allri einföldun, að þá voru við bara einfaldlega ekki að ræða einn svona grundvallaratriði og svo þegar við komum með svona deilum grundvallamál eins og ég og Beggi vorum með hérna, að þá verður fólk svona hálf smeygt við að beita að vera einhver ágreiningur í samfélaginu eins og það sé raunverulega eftirsóknarvert að stefna samfélagi þar sem engin ágreiningur er. Ættum við ekki kannski frekar að vera fagna því að væri mikill ágreiningur í samfélaginu, að hagsmunirnir kæmu upp á yfirborðið því að þannig voru samfélagin byggði í gamla daga, bara miklum átökum ólíka hagsmuni og svo var kannski málamölunum það með ólíkum hætti sem að enginn setti sér við en allir setti sér við að þetta er svo málamölunum sem við lifum með þannig að við breytum inn næst. Jú, ég trúi því. Ég trúi þetta er bara eitthvað svona yin og yang náttúrulögmál, sko. Það þarf að þurfa einhver öfl að tókast á, sko. Það þarf að vera einhvern veginn, það þarf að vera langt til hægri, það þarf að vera langt til vinstri, það þarf að vera upp og niður. Já, upp og niður. Það þarf einhvern veginn að hreyfast og þú veist, og það er einhvern veginn bara eitthvað svona ég skynja það sem eitthvað svona starffræðilegt náttúrulögmál sem við þyrftum í rauninni bara að taka fagnandi og ekki taka því endilega persónulega eða tilfinningalega, sko. Heldur bara að leyfa sér að vera í einhvers konar persónulegri, vitsmunalegri og andlegri þróun að skoða mismunandi hugmyndir og vera alveg opinn og sérstaklega inn í þessu að við fögnum þessu að þetta sé yin og yang, að þetta sé vinstri hægri, allt þetta þá sko að ná að þróa með sér það hugafar að það er gaman að hafa rangt fyrir sér af því að þá lærir eitthvað, þá stækkar þessi manneskja og þá kemstu eitthvað áfram af því að ef maður er alltaf bara að reyna að sanna sig þetta er sko rétt hjá mér, ég veit þetta þá lærir aldrei neitt. Þá er þetta alltaf bara að reyna að fá staðfestingu á því sem þú veit að það er svona persónulega þroska. Ég er að tala kannski frekar bara átökin í samfélaginu, sko. Já, einmitt. Átök eru og verða alltaf. Það var að segja, væri alveg mikilvæg, sko. En ég vil líka bara, mér finnst til dæmis þessi átök eru náttúrulega ótrúlega mikilvæg, þannig að, þú veist, maður bara þróist og reyni þetta sameiginlega markmið að komast á betri stað. Þetta er alltaf þetta sameiginlega markmið og Shakespeare, það er alltaf margt, þú veist, alltaf þessar vondu sögur, það eru oftast með góðan endi. Þú vilja allir fá góðan endi. Það er líka spurning hversu djúpt átöki rista. Skiljið, eru börn að deyja? Skiljið mig, hversu djúpt rista þau? Er þetta yfirborðsátök eða er þetta virkilega bara alvarleg og
banvæn átök, skilur. Já, við viljum forðast það. En hvað átökin eru líka? Mér finnst eitt ég held að það er eitthvað tengt í Assan og sumlítið það sem þú varst að segja áðan með fréttirnar, að það var hver hringdi í hvern og eitthvað svona í staðin fyrir að fjalla málið sem að veri þá samfélagslegt að hvað eigum við að gera við fatlaðan dreng sem að neitar ásjár, sem ætti að vera málið sem að við ættum að geta þroskast í samfélag. Ekki það, þú veist, var þessi ráðherra fúll út í hinn ráðherran. Þetta er svo egódrifin oft. Sorglegasta fréttin í alltaf mikið af egóisma í stjórnmálum. Sorglegasta fréttin er morð á 10 ára barni. Nú er fréttinu það hvort að faðir hvað heitir það, hvort að hann hafi gert þetta? Nei, sakhæfur. Þið kannist við þetta að það er svo fljótt að öll mál fara út í eitthvað svona tæknilegu atriði, helst að þetta getur verið lögfræði eða hagfræði eitthvað. Það er voða sjaldan sem að við leyfum bara málum að vera bara okkur svona grundvallar atriði í samfélaginu. Hvaða grundvallaratriði ætti að vera í þessu? Í þessu máli ætti grundvallaratriði að vera það að við sem hér sitjum, við vitum ekki neitt hvað gerðist og eigum bara að þegja þetta. Og það finnst mér alltilega að kemur fram að því að maður heyrir svona vilja að við eigum að bregðast við sem samfélag við einhverjum einstökum harmleik. Og þá er það spurningin, þekkjum við munin á því, hvenær það er eitthvað svona einstakur harmleikur sem á sig bara sína eigin sögu og hefur ekki almenna skírskotun. Við getum ekki dæmi vararíkissaksóknara sem að vill var ofsóttur af siðblindu manni og vill færa það yfir á að við eigum ekki að taka á móti fólki frá einum heimsluta, sem að við svona dæmi það, bara vanhæfni því að taka eitthvað svona harmleik og slauf honum yfir í eitthvað svona stórt samhengi. Já, það er spurning, við erum að tala um ástand á ungmennum til dæmis í dag, eins og hún er að lýsa sem eru að koma út úr COVID og kunni ekki umgangast hvort annað félagslega og eru kvíðin og þunglind og kunni ekki alveg að díla við þetta og svo erum við að tala um hennar hnífaburð og svo erum við að tala um að það vera að vakta samkomur í úlingum til þess að forða þeim frá því að valda hvort öðru alveglegum skaða, skilur við. En ekkert okkar dró morðið inn í þá sögu. En það má líta á það þannig að þetta gæti verið partur af stóru samhengi. En þessi hnífaburður var líka uppi á þessum fallegu tíma sem þú varst að tala um. Já, ég veit þá. Og þessi, svo voru eitthvað svona böttiflæni var voru í tísku. Vitið af hverju brennur í útkvörfum á Íslandi, á Reykjavíkursvæðinu. Vegna þess að miðbærum var lagður í rústum hver einustu áramót af fólki sem sótti þangað. Þannig að það var ungmennum. Þetta byrjaði í MR upp á Skólavörðu. Og þetta var sem sagt, þá kom upp svo hugmynd og kom upp brennur annars staðar. Við erum búin að vera með viðfangsefni í þjóðfélaginu mjög lengi þar sem ekki verið hægt að bregðast við vanlíðan ungs fólks og jafnvel upp eftir öllum aldri. Drykkjumennska var mjög mikil árum áður. Svo var áfengi bannað á árum áður líka? Já, og þannig að það voru fangaklefarnir leigðir út til heimilislaus fólks að það var svo lítið að gera hjá löggunni. Já, það. Þannig að við skulum ekki fara að segja eitthvað sem er núna að gera sé eitthvað alveg nýtt. Þetta er ekki nýtt. Ungmenn í dag eru ekkert verri heldur en voru áður, þau eru frábær. Þannig almennt talaðum þessu betri. Ég veit það bara að mín börn eru öll föðubetur og á ég hellinga þeim. Þannig að þetta er við verðum bara sem samfélag að hætta að tala illa ungt fólk og þetta er það sem þessi umræða drengir sig og ólæsir og þeir get ekki neitt. Menna, hver eru þessi skilaboð? Þið eru ómögulega. Já, ég varp alltaf boltanum mér og við eigum einmitt að setja. Er það þannig að það sé alltaf verið að illa ungt fólk? Guð lándur, já. Það er bara, ég upplæði mig mikið í svona ungmennapólitíkinni sem við viljum kalla það. Þá er mikið svo sýndarsamráð eða hort fram hjá manni, það er mjög lítið hlusta á skoðunum hans. Og svo séum við umræðan mjög mikið unga fólki í dag, alltaf í símanum og spila þess að tölvuleiki. En mamma mín sagði mig einu sinni. Hangi sjóppunni. Já, þegar mamma mín var ung, þá var alltaf að segja, unga fólki í dag alltaf bara inni að lesa bók. Það var út að leika sér, það er alltaf svona. Að unga fólki nennir ekki að vinna, en það fréttagreina frá 1920 með sömu fyrirsögn að unga fólki vill ekki vinna. Þannig að það er alltaf, hefur alltaf og því með þróunina þá mun alltaf vera hort lítið
niður á ungt fólk og gamalt fólk. Já, en munurinn núna að út af samfélagsmiðlum, nú vil ég tala hans jákvæðu samfélagsmiðla, að við erum að fá meiri upplýsingar. Við erum að fá til dæmis bara bein myndbönd frá Gaza, hvað í gangi, og við erum að vera upplýstari hvað í gangi í samfélaginu. Og upplýstar en gamla fólkið, já, sem les bara Moggan og horfir á RÚV og veit ekki hvað er á Gaza. Og við tölum ekki oft þess að búblu að maður sér bara skoðanir frá fólki sem sammála sér sjálfum, en unga fólki með meira aðgengi og sjá fleiri mismunandi skoðanir. Þannig að mér finnst munurinn í dag að ung fólk að taka meira þátt í umræðinni. Og ég sé bara hversu margir eins og í svona ungmennafélögum, hversu margir að sækja sér í ungmennafélög að berjast á hagsmunamál ungs fólks. Þannig að já, það lítið niður ungt fólk, en að mínu mati finnst mér þessi kynslóð og mín kynslóð vera rosalega dugleg og sterk og sérstaklega þegar það kemur að hvernig menntamálin eru núna og geðheilbrigðismálin og húsnæðismálin eru í dag. Hversu öflugt ungt fólk í dag? Já, því vorum að tala um svona skoðanaskipti og hvað svona finnst þér að vera sterk og öflug skoðanaskipti hjá ungu fólki? Að það sé kannski bara hluti af náminu, að efla fólki í svona lýðræðislegri orðræðu og þáttöku? Sko, það fer eftir einstaklingum hversu dugleg eru að skiptast á skoðunum, en almennt séð þá finnst mér alltaf mín reynsla að þá ég kannski tala oft við fólk sem bara algjörlega ósammála mér, en við reynum alltaf að finna smá svona einhvern punkt þar sem við erum sammála. Það er flott. Og það svona á grundvallaratriði bara við erum flest svona sirka sammála, bara ósammála hvernig við eigum að koma hlutunum. Eins og ég mjög hlynnt í að hleypa fólk á flóttanum inn og taka vel á móti þeim. Og aðrir og við ættum kannski ekki að taka móti af mörgum. Og við fundum hennar punkt að allir sem eru á flótta eiga rétt á að eiga sér stað að lifa. Þannig við það mjög mikilvægt í umræðu, og þetta á ekki bara við ungt fólk, það á alla, að það einhver staðar sem miðpunktur, þar sem við erum sammála og við getum þróað samræðuna frá því. Það er mjög gott, leita lausna. Hvað ertu að læra? Miðlun og almannatengsl. Bergur, ert þú ungur? Já, ég ennþá ungur, en ég nógu gamall til að vita betur. Ég á fullkonum aldri, 29 ára. Ertu komið með lista það sem þú ert að gera fyrir 30? Ég tek þessu sem góða áminningu að gera eitt slíka. En ég spurði því að þá fyrir spurningi líka til þín. Finnst þið að vera að tala niður til ungs fólks í samfélaginu í dag? Sko, ég held að, ég veit það ekki. Mér finnst ungt fólk sem ég þekki, mér finnst þau ekki vera jafn tjúnuð inn á þessa, Ríkisútvarpið, Vísir, MBL. Mér finnst þau vera algjörlega inn í sínum eigin algoritma. Þau eru miklu frekar inn á TikTok og inn á Instagram og fá alla sína menningu og allt sitt þaðan. Þannig að ég held að þau séu ekki jafn var við hvað verið að segja í þessum venjulegu fjölmiðlum. Þú sagði svolítið áðan að það sem að væri í fjölmiðlunum læki svo þar inn. Það er samt dagskrárvald ennþá í gangi. Já, það er klálega dagskrárvald, en það er einhvern veginn bara svona stóri tíðarandinn, eins og menntaskólakrakkar eru svo rosalega veiki fyrir, ég man eftir því bara maður var í menntaskóla, maður er svo rosalega veikur fyrir svona múæsing og fyrir svona sensationalisma og það er svo rosalega fljótt eitthvað að gerast, það verða allir alveg svona út úr tjúnaðir í alls konar dóti, ég man eftir því að ég var í menntaskóla, þá var það eitthvað alls konar svona feminista dót, Frida Nippul og eitthvað, það bara alveg tjúnast allt upp og eitthvað allir verða með. Stórkostlegu tími að lifa þá miklu mannréttinda bylgju. Í bara dásamlegu tími. Og það sem ég er að segja er að núna verðist þessi orka vera að fara í eitthvað svona hræðslu við hnífa, hræðslu við ofbeldi og allt svoleiðis, eins og bara menntaskólar aflýstu böllum og það var verið að leita að hnífum inn á böllum og að vera að nálgast þetta í rosalega miklum ótta í staðinn fyrir að fara kannski hinn áttina sem er að nálgast þetta í kærleik og nálgast þetta í trausti og
og samkennd, þá held ég að óttinn svolítið mikið bara what you resist persists, að svolítið magna þetta upp sko. En til þess að svara spurningunni þá held ég, það náttúrulega bara bókstaflega við getum lesið það frá Rómverjunum að gamla fólkið öfundaði unga fólkið fyrir fegur þeirra og líf og stemmingu og stuð og það var mikið resentment. Fólk vælsaði að æskunni verði kastað í unga fólkið. Já, þú veist sem kynni ekki að meta það. Já, þetta held ég einn af þessum sko eilífu sannleikum mannkynsins að gamalt fólk mun alltaf öfunda og hata. Ég held að ég myndi að segja ykkur að því miður það þannig að þegar ég og mín kynslóð var ung líka, þá voru líka talin vera rosalega efnileg og framtíðin öll saman. Svo bara versnu við og enginn hafði trú okkur lengur sko. Keypti hjólhýsi og grill. Já. En þú varst að tala þetta að fresta böllum og hnífa málum en nú var Ljósanótt gagnrýnd fyrir það að hún var látin fara fram þrátt fyrir svona strax eftir þessa uppákomu á menninganótt. Og þannig að við vitum ekki einu sinni í hvort fótinn við eigum að stíga sko, hvenær eigum við að vera jákvæð og hvenær eigum við að vera neikvæð, hvenær eigum við að vera varká. Lífið er ein áhættu ákvörðun. Ég held að það er erfitt að taka sko, að því að það er svo mikið álag einhvern veginn og áreitu og miklar upplýsingar það að heimurinn sé að farast allt í kringum okkur, sjónrænt og þú veist í lesmáli og í umræðum, að þá kannski verður einmitt erfitt að taka yfirvegar og skynsamlegar ákvarðanir svona hluti. Það er náttúrulega nummer 1 og 3 að góð ákvörðun leiðir ekki alltaf til góðrar útkomu og léleg ákvörðun getur leitt til góðrar útkomu. Það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir. Við erum bara þar að við verum að standa með okkar ákvörðunum og við verum vonandi að taka þar yfirvegað og vonandi verður niðurstaðan rétt en ef hún verður ekki rétt þá náttúrulega bara einhver sem tók ákvörðun og hann verður að standa fyrir. Ég er mjög sammála þessu með sko, þessi málmleitatæki og þetta er eins og 11. september, það fljúga einhverja flugvélar inn í turnana og heimurinn gjör breytist eftir það. Allt í einu fara allir að hata múslima, það er bara algjörlega fáránlegt. Og við getum ekki labbað, þú veist, við þurfum að fara úr skónum áður en við förum inn í flugvélar, skiljið, og þetta er allur heimurinn sem að bara breytist út frá einu atviki. Og allir verða meira paranoid og suspicious og svona og við megum náttúrulega ekki láta þetta fara þangað. Herðu þið kannski tegja eftir, ég hef ekkert verið að koma með fréttir vikunar eiginlega, því að mér er svona skemmtilegt þetta samtal ástand á samfélaginu. Og ég ætla að koma núna með svona klassíska spurningu sem að þetta skiptir máli til dæmis þegar almenningur missir trú á stofnunum samfélagsins og það getur verið rosalega erfitt fyrir það samfélag að rata eitthvað, því það er bara svo mikil vantraust í því. Og það er líka þessi tilfinning sem mér fannst vera ríkjandi í vikunni fólk opnaði á hann að þetta væri svolítið að fara á verri veg samfélag okkar. Og þetta er spurning sem oft er lögð fyrir borið saman á milli landa og ég ætla að leggja hana hérna fyrir ykkur. Hefur þú tilfinningunni að samfélag okkar sé að fara á betri veg? Að vera verri veg? Og svo er hann eitthvað graftsvæði þannig að milli sem mátt sjá það. Já, nei, ég held að ég er svona bjartsýnismanneskja sko. Ég held bara að við sem einmitt bara meðvituð og við viljum öll að það þróist á góðan veg og þá látum við það bara gerast og eins og ég sagði síðast sem sagði vera ágreiningur er góður en einmitt hvernig greinumst við á. Við verðum að gera það í kærleika, við verðum að gera það í samkennd og við verðum að vera fyrirmyndir fyrir börn, við verðum ekki leyfa okkur að tala með hroka annað fólk, ekki leyfa okkur að fara svo auðveldu leið, bara hann er einmitt bend á aðra, við þurfum bara lítið barn til þess að við getum orðið betur samfélag. Nei, ég held bara við höfum ekkert annað að velja en að þróast í góða átt. Býr hvort ekki í nútímanum en þú telur meiri líkur á að við finnum góðan leið, já, alltaf sko. Þannig þetta gengur hringinn, þessi spurning. Ég er bara hjartanlega sammála þér. Ég er mjög mikið svona horfa björtu hliðina, finna fallega í lífinu og ég er svo sammála með að við þurfum að horfa innra við, hvað við getum gert sem einstaklingar og þá mögulega setja út í samfélagið. Og við sjáum eins og öll þessi vandamál sem við erum að sjá á fréttamiðlum og samfélagsmiðlum. Vandamál hafa lausnir
og ég full að trú að annarkvæmt við eða stjórnvöld eða í sameiningu munum finna þessu lausnir. Já, ég mjög bjartsýnn. Ég held að það sé bara dásamlegir tímar framundan. Ég meina við lifum á tímum tæknialdar þar sem að við lifum á tímum sem búið að biðja fyrir í 5.000 ár. Bara í fyrsta sinn í mannkynssögunni fæðistu og þú getur svona að þú alltaf miklu meiri líkur á því að geta haft lífið eins og þú vilt hafa. Ég meina pæla að fæðist hérna á Íslandi á 19. öld. Þú varst bóndi, þá varstu bóndasonur. Þú varst, pabbinn var vinnumaður, þú varst vinnumaður. Þetta er bara einhvern veginn, tæknin bauð ekki upp á neitt annað og ég held að með aukinni tækni, með mikið hrædd við tæknina, við þurfum að treysta því að hún sé svolítið að fara að færa okkur meira og meira inn í ljósið núna með gervigreind og með Bitcoin og með alls konar nýju fersku dóti. Ef við tökum á móti og erum í trausti með því, þá held ég að við getum algjörlega þróast meira og meira og betra og það sem að hver og einn getur fundið sinn eigin innri frið. Já. Sko, mér finnst við vera á rosalegum krosskutum, bara mannkynið allt. Af því að sko, við erum prímatar í fyrsta lagi, eða réttar að svo óbúslega gáfaði prímatar, sapiens, homo sapiens. Það er bara við sem að gáum okkur einhvern að vitiborni maður, það var engin annar sko. Nei, það var engin annar. Það kom ekki mús og sagði þetta. Og svo erum við orðin cyborgs líka, út af því að við erum með rafræn skilríki. Við erum með gervigreind. Við erum á einhverjum ótrúlega sérstökum stað. Vald sem slíkt, ég er búin að vera að lesa svolítið mikið af Foucault upp á síðkastið. Vald sem slíkt, til dæmis sem felst í svona snjallsímum, Apple, Meta, Microsoft þetta, algoritmanir, sko, sem stjórntæki, þetta er óþekkt í sögum mannkyns, vald á þessu kaliberi og notabene þetta er allt bandarísk fyrirtæki sko. Og mér finnst það vera óbúslega skrýtnstað, mér finnst mjög merkilegt að lifa þessa tíma, mér finnst ótrúlegt að fylgjast með þessu. Ég held að allir ætti að byrja að hugleiða núna, helst bara taka 20 mínútur á morgnana í góða meditation og líka byrja á sjálfum sér og við þurfum líka að bara reyna að vera vakandi sko og passa einmitt kærleikan, passa samkenndina og passa að detti ekki eitthvað svona skotgrafir sko. Þetta sé mjög mikilvægt. Og bara varkárni og ekki þetta reddast, heldur bara plönum og verum samtakið í. Anna? Ég er svona þeirra skoðunar að við eigum það á hættu að þróast í ranga átt. Og við eigum það á hættu að hér sé nú erum við að fara í gegnum þriðja alvarlegu skuldamál á 40 árum og við erum að sjá fram á það að fólk sem glataði öllu sínu 85, glataði hugsaðlega öllu sínu 2008 og er að fara í gegnum þriðju kúvendinguna. Við erum líka að sjá fullt af fólki sem hefur efnast alveg rosalega vel og stendur alveg svakalega vel. Mentatækifæri í þjóðfélaginu hafa bara aldrei verið meiri. Möguleika fólks til þess að gera eitthvað, ákveða eitthvað sjálft, stjórna sínu lífi, hafa aldrei verið meiri. En á sama tíma þá er einhvern veginn eins og við séum ekki alveg að skilja hvert við erum að stefna. Við höfum ekki ákveðið hvert við ætlum að stefna, hvað ætlum að gera. En tækifærin eru alveg absolutt fyrir hendi. Ég hef sjálfur undanfarin 2 ár ekki verið að lesa einhver svona þungabækur, heldur Búdda, sem er kannski ennþá þyngra, og sækja bara inn í hans viskuheim. Og það er einmitt samkenndin, mannúðin, allt þetta sem sko er ofan á þar í öllu, að skilja sjálfa sig, að skilja umhverfið sitt, að vita hvað er að gerast, að vera uppbyggilegur, eins uppbyggilegur maður getur öllu sem maður segir. Og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að sækja miklu meira. Ég fór í gegnum mitt hugleiðslu tímabil árið 90 það leiti sko, þannig að það er en það er ekki eins og ríks og einu svona svolítið búið nei, ég veit jú en við höfum alla burði til þess að fara fram á við
en við verðum að passa okkur á því að þessi leið fram á við, hún ekki bein lína upp, hún ekki átt lína og þannig að við verðum að ráða við það að þjóðfélagið misstígi sig með því að halda þá áfram og segja við vorum að misstíga okkur. Núna erum við pínlítið í svona ástandi þar sem þjóðfélagið misstígi sig. Við erum með erfitt efnahagsástand, við erum með mikla og þunga greiðslubyrði vaxta og lána á heimilunum og ef við passum okkur ekki, þá gætum við lent í fjöldagjaldþrotunum 2008 eða 85. Við gætum lent í því að fullt af fólki missi heimili sín, að fullt af fólki verði detti út af fjárfestingamarkaði, þannig að við þurfum að passa okkur. Þetta ekkert sem sjálfgefið, en framtíð 10, 20, 30 ár fram í tíman, hún björt. Ég að spyrja stóra spurninga, svo ég að reyna að klippa á að fólk tala loft sem svona miskunnlust. Það sem áhugavert að maður hlustar á okkur, að það eiginlega mikil bjartsýni hérna í æskunni, svo svona þegar maður fer á miðjan aldur og komið svona smá varúróð og því eldar sem maður fer. Og það eitt af því sem hefur verið rætt til dæmis að við nefndum hérna Viðar Halldórsson. Hann hefur talað skort á samtali á milli kynslóðana, af því að, þú veist, ég býst við ekki við að þið hafi rétt fyrir ykkur eða þú hafi rétt fyrir þér, heldur sé þetta eitthvað svona sambland af þessu og allt sé þið hafi öll rétt fyrir ykkur og það sé eitthvað svona jafnvægi þessu sem við verðum að skilja. En þetta með samtala á milli kynslóðana, því Anita verður að vera það, sé samtala á milli kynslóða á Íslandi? Eða eru þið í bara samtali og svo eru við í samtali? Mér finnst það nefnilega að vera þannig að það meira kynslóðinnar, bara mín kynslóð tala um hvort annað. Og eins og ég tala með að það mjög lítið samráð frá þá aðlaust ráðherrum og stjórnvöldum við ungt fólk. Það klárlega kynslóð og munur og eins og set hérna það mjög sjaldan sem fæ að tækifæri að tala við eldri kynslóðir. Það í raun bara sorglega hversu sjálfgætt það en það ekkert að segja að þú myndi vilja það að tala við eldri. Ég vil það. Það æðislegt og það ákveðnst viska og lífsreynsla sem mér langar eins og að taka inn og það ég byggi mínu skoðanir eftir að hafa heyrt mismunandi sjónarhorn og það finnst mér líka grafilega mikilvægt að heyra reynslu annara en að sömulegis að líka eldri einstaklingar heyra reynslu á ungu fólki. Herðu, eina ástæðan fyrir því að ég fór ekki yfir fréttir vikunar var að þú sagði þetta hvart yfir að vera alltaf neikvæði fréttir. Það bara ein jákvæð frétt á listanum. Brynjar Níelsson í stjórn Mannréttindastofnunar. Hlæða því. Það eina hittir allt bara minna byggt af íbúðum, Ísraelsstjórn drepur fólk. Það kom Ísbjörn, það gaf hann. Hann var drepinn. Já, við veitum það, þegar hann kom. En ertu til í að færa rök fyrir þessari skoðuninni? Að þetta hafi verið jákvæð frétt? Nei, ég bara hinnar voru svo angerandi neikvæðar að þetta eina sem ég gæti. Hann fær tækifæri til að vera góður strákur. Já. Eitthvað getur sagt Brynjar Níelsson segir af sér sem varaþingmaður, getur lítið það sem jákvæð. Brynjar Níelsson reynir að finna nýjan vettvang í lífinu, það jákvæð. Skiptur þú skoðan kannski? Ólíklegt. Það hljómar sem svona bókaröð, Brynjar Níelsson fer í ferðalag. Hvor aldrei sem líklega til að skipta skoðan, þú eða Brynjar? Ég veit ekki, ég Brynjar ekki, ég kannast aðeins við hann stundum að eiga samskipti með hann, kann ágætlega við hann. Mér finnst ég kann ágætlega við marga sem eru með alveg gerólíka skoðanir. Við erum með mjög gerólíka skoðanir en ég held að kunna kann bara ágætlega við þig. Já, sömuleiðis, takk. Og það ég held að þetta sé eitthvað meina. Þetta er náttúrulega mikið punktur, Gunnar, að við í raun og veru þekkjum óskaplega lítið annað fólk og það sem við þekkjum fólk þegar við hýttum það augliti til auglitis að þá lítum við ekki á það sem einhvern vitleysinga að kjána eitthvað svoleiðis heldur við lítum það sem aðra mannesku og þó svo að viðkomandi hafi gert eitthvað að sér að þá getur okkur bara litist ákveðlega á einstaklingin og kunna mjög vel við hann. Ég þekki engan mann sem ég kann illa við, bara dæmi.
Þó að viðkomandi hafi gert, ég geti vel verið í þessu ósammála skoðunum einstaklingsins, en skoðanir eru eitt og einstaklingur er annað og þetta er þetta stóra mál sem við þurfum að skilja á milli. Menna, Benedikt Sveinsson lést í vikunni, rosalega flottur maður, virkilega flottur maður. Ég kynntist honum vegna þess að sonur hans var bekkjarbróðir minn í MR. Og hérna, en það er, og við hljótum að geta tala jákvætt látið mann og hérna ég bara votta fjölskyldu þeirra samúð en menna þetta snýst það að við eigum að taka öllum jákvætt. Já, heyr. Og megum finna til með fanga sem að situr af sér eftir voðverk. Megum finna til með öllum í bara sinni mannlegu glímu. Jú, líka muna það að manneskjan er ekki ein. Það eru margar sýslur í einhverju manni. Já, það er fullt af fólki í kring. Það eru foreldrar og ömmur og afar og bekkjafélagar. Og svo líka eru margar sýslur í einhverju manni. Ég held að Matthías Jokkonsson hafi sagt þetta. Já, akkurat. Síðan er hérna eitt að mín kynslóðsamskipti er það að ég á börn sem eru fædd 2002, 98, 96 og 87. Þannig að ég fæ alveg beint framan í mig allt sem þau hugsa. Já, þú voru kannski skammaður fyrir þáttöku þínu þessu þegar. En gaman að fá ykkur og ég veit ekki hvort að þið komu tilbúin að tala við alla fréttir vikunar en samt held ég að við höfum nú snert á mörgum þeirra. Takk ykkur bara kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Já, Kristín, Aníta, Bergþór, Margrét og Marínó. Kærlega. Og þetta eru lokin á vikuskammtinum í kvöld. Framundan er helgadagskrá samstöðunar. Í fyrramálið mun Björn Þorláks taka helgispjall við landsliðsþjálfarann í handbolta sem að ég hugsa margir hafi áhuga á að hlusta á og svo verður úrval vikunar og svo á sunnudaginn verður þátturinn Synir Egils þjóðmála umræða hér þar sem að ég og Sigurjón Magnús Egilsson bróðir minn tökum á móti gestum. En ég ætla að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp á þáttöku almennings, bæði hefur við byggt upp dreifikerfið af góðri afspurn. Það fer þannig fram að ef þið heyrið hér eða sjáuð eitthvað efni sem ykkur líka þá segið þið vinum og andaminu frá og þá munum þeir kíkja á okkur. Þið getið sagt að það megi finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum í útvarpinu 89,1 á FM og það má líka sækja þér útasendingar á spilarann, spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem að maður hlaðinur í síman og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem hreppin að skipta við síman, við erum með 5 á fjarstýringunni, kannski mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóðu upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar. En samstöðin hefur verið fyrst og fremst byggð upp á þeim hluta áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir leggja lítið til hverjum sig og þannig getum við gert einhverja stóra hluti og það er maður sem bendir til þess að á einhverjum missurum að þá getum við búið til öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil út úr samstöðunni. Ef að þú vilt taka þátt í því þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin sem er mér, það sé mjög lágt, það kostar vist 10 skall að vera áskrift á mókanum, en þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósið getur gerst félagar í Alþýðufélaginu og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta er fjölmiðill í eigu áskrifenda sem er einstakt í heiminum, er mér sagt. En þetta er nú í bili, framundan er helgi, góða helgi.